Jörundur heiti ég, Valtýsson, og fastafulltrúi Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum og hefur verið það síðan árið 2019. Sameinuðu þjóðirnar eru ekki fullkomnar, það er alveg rétt, en þær eru geysilega mikilvægar fyrir alþjóðasamvinnu. Hér í New York eru 193 ríki, þar með talið Ísland, með sína rödd og sitt atkvæði þegar kemur að allsherjarþinginu, og það er geysilega mikilvægt að þessi ríki geti verið hér unnið saman, talað saman. Og svo myndi ég nú líka segja að þó að hér sé ýmislegt sem gangi á í New York, þá er starf Sameinuðu þjóðanna á vettfangi alveg sérstaklega mikilvægt. Þróunarsamvinnu, neyðaraðstoð og stofnanir eins og UN Women gegna algjöru lykilhlutverki að bæta líf kvenna og stúlkna heim allan. Já, Ísland hefur áhrif innan Sameinuðu þjóðanna, vil ég meina. Við höfum okkar, eins og ég segi, atkvæði, við höfum okkar rödd, og ef við forgangsröðum í okkar störfum sem við gerum, þá getum við náð verulegum árangri. Ég nefni málefni hafsins, ég get nefnt loftslagsmálin, mannréttindamál eru stórt mál hér í störfum fastanefndar, og auðvitað eru við alltaf í málsvarar stoppsáttmálans að þeirra gilda sem að Sameinuðu þjóðirnar hvíla á, og sótt er áður mörgum áttum því miður eins og við þekkjum, þannig að við getum haft góð áhrif hér á vettvangi Sameinuðu þjóðanna. Ég held að það sé mjög mikilvægt að þetta 67. þing kvennanefndar fari nú fram með venjubundnum hætti, með þessari breiðu þátttöku stjórnmálamanna, frjálsra félagasamtaka, fulltrúa atvinnulífs og svo framvegis, því að við þurfum að mynda breiðfylkingu jafnréttismál. Það þurfa allir að leggja hönd á plóg í þessari baráttu, þessari mannréttindabaráttu á 75 ára, nú þegar við erum að fagna 75 ára afmæli mannréttindayfirlýsingarinnar, þá er það með nokkrum ólíkindum að það er sótt af mannréttindum og jafnrétti úr mörgum áttum, og við þurfum á öllu okkar að halda, ekki bara til að halda línu og verja markið, heldur til að sækja fram.